when it was downtown was Maputo, which was considered the white city. Þetta Ívan, ungur leiðsögumaður samtakana í Verka sem skipuleggur ferðir Mafalala í Maputo, einn elsta óskipulaða bæjarhlutan í höfuðborginni. Samtökin styðja einnig fjárhagslega aðgerðir til að varðveita sögulegar og menningarlegar minjar í hverfinu. Mafalala höfuðborg Maputo, segir Ívan í upphafi ferðar og vísa til þess að hér hafi draumurinn sjálfstæði fæðst, hér hafi andspyrnan gegn nýlenduherrunum frá Portugal verið litrík og kröftug, hér hafi verið vagga mósambískrar menningar, skáld og listamenn á hverju götuhorni og hér hafi meðal annarra stórmenna fæðst knattspyrnu snillingurinn Eusébio de Silva Ferreira, svarti pardusinn. Líkt og í öðrum óskipulóðum hverfum blökkumanna í Maputo á nýlendutímanum máttu íbúarnir ekki byggja húsin með múrsteinum eða úr öðru varanlegu efni, aðeins með bárujárni og timbri. Og Mafalala með sína 20.000 íbúa ber þess enn merki að þetta hverfi fátækra þar sem grunnþjónusta takmörkuð, innviðir, óburðugir og atvinnuleysi mikið. En á móti kemur að hér á þjóðarstoltið lögheimili. Hér menningar og stjórnmálasaga við hvert fótmál, við heimsækjum fæðingarstað skáldkonunnar Noina de Sousa og heyrum frásagnir af því hvernig Mafalala varð þungamiðja í uppreisn svarta fólksins gegn hvítu nýlenduherrunum í höfuðborginni sem þá hét Lourenço Marques. Hér í Mafalala fæddust tveir fyrstu forsetar þessa nýfrjálsa ríkis, þeir Samora Machel og Joaquim Chissano, hetjur í augum þjóðarsinnar fyrir þátt þeirra í baráttunni fyrir sjálfstæði landsins sem varð að veruleika í september 1975. Þessu litríka hverfi Mafalala líka að finna listform sem tvinnar saman tónlist og dans og kallast marabenta. Þetta blanda af þjóðlegum mósambískum töktum, portugalskri þjóðlega tónlist og vinsælli vestrænni tónlist. Þetta listform sem þykir lýsa vel þeirri fjölmenningu sem einkennt hefur hverfið frá upphafi og tekið fagnandi fólki með ólíkan bakgrunn.